Það sem ég langar kannski fyrst að segja með þegar jólastressi hellist yfir okkur að það að desembermánuður að auka álag ofan á allt sem kannski fyrir Og fólk vill kannski vera það orðið uppgefið áður en að desember kemur og hvað á maður þá eftir? Og það sem að ég myndi vilja ráðleggja fólki einfaldlega að staldra við og anda meðvitað. Byrjaði að anda meðvitað og góð leið geti verið bara að setjast niður þar sem maður á sér góðan stað og loka augunum og setja fókus að þriðja auga. Og það geti verið, og svo byrjum við bara að anda inn og út nefið. Og við andum inn nefið og leyfum maganum að falla út. Og svo andum við frá og finnum magan fara inn aftur að baki. Bara þessi einfalda æfing. Staldra við og stoppa og huga öndunum og finna magan fara út. Þetta gerir ótrúlegustu hluti og hvað þá ef maður notar svo hugan og maður andar að birtu og ljósi og gleði og kærleikanum sem tilheyrir desember. Og frá öndun, þá öndum við streitunni og áhyggjunum að kvíðanum frá og við gerum það sjónrænt. Og svo þegar við erum farin að gera það oftar og í lengur, þá verður tilfinningin sterkari. Og við komum margföld inn í hverja þær aðstöður sem við þurfum bara með því að staldra við. Og það sem ég hef kannski líka verið að hugsa sem ég finnst svo mikilvægt, ef við hreinlega hugsa börnin okkar. Ég á nú svona, við tókum það ákvörðun í staðinn fyrir að hafa stórar gjafir, þá ætluðum við að fara eins oft í bíó og við gætum í desember. Við erum búin að fara núna áttum dásamlega samverustund. En ég heyrði af vinkonu sem var að baka langt fram á nætur. Og þá var mér hugsað til þess, hver ágóðin eiga fulla kökubauka, frábært. Það dásamlegt, þær eru góðar. En hvað fá börnin okkar ef við erum að vaka fram yfir miðnætti, bakandi að hafa áhyggjur af þrifum eða hverju svo sem þá fá börnin okkar þreytt foreldri á morgnana. Samverurnar verða þá erfiðari og við eigum ekki eins mikið að gefa hvert öðru þegar við pössum okkur ekki á hvíldinni. Og þá komum við kannski inn á það að við höfum val. Það eiginlega snýst svolítið val. Að fara inn í alla óreiðun, inn í allt græðaki sem fylgir, öll blöðin og allir bæklingar, allt sem að lokka okkur. Öll græðkin, allir peningarnir á bakvið allt. Við getum tekið allan bunkan, sett hann til hliðar og beint út í endurvinnslutunnu. Og þá minnkar áhrifin leið og áreitið sem dæmi. Þannig að það er eiginlega fyrst að staldra við, byrja að setjast niður. Þetta mjög falleg heilræði. Hér erum við inni í lótuslindinni þinni sem þú ert nýlega búin að opna. Sumir tengja jóga alltaf við að þú þurfur að fara í einhverjar stellingar og það sé erfitt að stíga þetta skref. Er það svo erfitt að fara hér inn og slaka á bara? Það getur hver sem komið. Við meira segja, og það sem við kannski stílum líka inn á, þú getur komið og þó þú getur einungis bara legið á dýnunni, vafið inn í teppi, púð undir höfuðið. Þá er allt sem þarf. Það er svo mikil heilun sem á sér stað. Jóga er frábært að gera einn út af fyrir sig, en þegar jóga er gert í hóp, að þá gefum við hvert öðru. Og það er eiginlega líka einmitt þessi tími snýst desember og jólaháttíðin. En að þegar við komum saman í hóp og ef einhver kemur mjög veikur, með lága orku og bara á virkilega erfitt, og það kannski kemur þá einhver önnur inn sem er rosa hress, mikla orku, mikla gleði og mikla hamingju og það jafnast. Þannig að hún gefur af sinni og nærir þá sem á bágt. Þannig að þetta jafnast þannig að hversu erfiðlega sem að manni finnst, þá finnum við alltaf leið. Það er hægt að koma í jóga, það er hægt að sittjast í sófann hjá mér og byrja þannig. Aðalmálið er að byrja að staldra við og þær sem eru hjá mér, þær hafa haft orð á því hvað það er fljótt að koma, sittjast í hugleiðslustöðu. Ég hef mikið verið með konur sem eru með vefjagigt, mikla verki, brjóskloss og annað slíkt og þá finnum við bara leið til að einfalda æfingarnar og gerum útfærslur af æfingunum. En svo er annað sem að maður upplifir og það er kannski að við erum alls svo viðkvæm á þessum tíma. Og það eru allskyns flókin vandamál sem að fólk er að kljást við. Það er kannski hvernig eigum við að tala hvert við annað. Við verðum svo uppstökk og hlutirnir koma svo hratt út og fólk virðist ekki hugsa. Ég held að sé eins og í streitunni þegar hún hleðst upp. Þá erum við alltaf að bæta ofan á okkur. Við förum að hætta ná andanum eins og vorum að tala áðan. Að maður gleymir og þá fer maður í þetta hennar hraða, þessi hlaup. Og þessi tími er tími fjölskyldu og kærleika. Og
Og það eiga margir við erfitt, það allstaðar vandamál, það allir að takast á við eitthvað og þá auðvitað blossar það upp. Og þegar við höfum ekkert þrek, þá höfum við ekkert umburðarlyndi. Þannig að kannski byrjunin þá að staldra við og öndunin eins og við töluðum áðan og þá líka byrja að huga að orðinu. Hvernig tölum við hvert við annað? Og mér svolítið merkilegt að hugsa til þess og eins og talað mikið í jógafræðunum að vanda orðin okkar vel. Og þegar við byrjum að vanda orðin okkar vel og koma vel fram við náungan, þá ekki bara að gera það, tala fallega við náungan, við erum líka að tala fallega við okkur sjálf. Þannig að það begja blandsa, því leið að við erum að hreyti fólk og erum óþolinmóð uppstökk, þá það líka gagnvart okkur. Þannig að þetta spilar á báða bóga. Þannig að þau mun meira sem við vöndum okkur, gefum náunganum, þau mun meira fá að við tilbaka. Já, hvernig nærum við umhverfið okkar? Það finnst mér fallegast við það að hugsa orðið. Við erum gefandi hvort við annað, hlúum að hvort öðru. Opnum hurðina fyrir hvert annað. Og það koma fleiri góðir hlutir til okkar tilbaka.